Góðan daginn, ég veit að ég að byrja inn í bíl og svo fer ég aftur inn í bíl og tala við ykkur aftur eftir. Ég og Baltasar, við erum að fara í sund og Ásvallalaug er opinn núna á, held að það sé páskadagur, það er allavega sunnudagur og hérna við borðum páskaeggin, þannig að það lítur að vera páskadagur. Ég myndi taka myndavélina með en ég held að líti svolítið björnulega út. Ég held að líti svolítið perralega út að fara með myndavél í sund. Ég ætla að sleppa því, ég ætla að sé ykkur eitt smá. Þá er sundi búið, ég og Baltasar við erum búin að enda okkur í sund. Þessi sundferð var frekar stutt, Baltasar var mjög þreyttur. Hann var eiginlega svona 10 mínútur í að fara að leggja sig. Og núna er hann bara eitthvað að leggja sig í spjaldtölunni. Og við erum að fara núna til pappa minns, afa hans og Steinunni ömmu. Og hérna... og... gælt í lagi. Þetta nú. Svona Benjamin. Svona. Já, þannig að við ætlum að labba þangað út, það er alveg hrikalega fallegt veður úti. En hérna, klukkan er orðin á margt, Baltasar er líka frekar þreyttur. Þannig að hérna, ég held að við keyrum bara þangað. En það er alveg ótrúlega gott veður úti. Jæja, hérna, þá erum við að fara að kíkja á afa, pappa minn. Og nú vitum við ekkert hvað verður í matinn, eða hvað verður að bjóða upp á. Við áttum að mæta klukkan 1, klukkan er 25 mínútur yfir, þannig að við erum alltaf sein, alltaf. Hérna er Baltasar, hann er ekkert búinn að leggja sig, þannig að það gæti verið að hann rótast bara þegar við erum komnir til pappa eða afa. En já, núna er sunnudagur og á morgun er frí. Man reyndar ekkert hvað er að fara að gerast á morgun, mánudag. En hérna, svo 18. þá á Anita, kona mín, afmæli. Og við erum búin að, hún er búin að plana date. Þannig að við erum að fara núna, við erum að fara í Keiluhöllina og Shaken Pizza. Og ég er virkilega spenntur. Langt síðan að við fórum á svona við fórum á date og mamma hennar Anitu, hún ætlar að passa BN2, Baltasar og Benjamin og þýðir það að við erum búin á þessu date klukkan 8 eða eitthvað, þá förum við náum við í BN2 og svæmum þau og förum svo bara svo 20. Snemma morgun 20. þá er ég að fara erlendis og það verður eitthvað. Ég hlakka alveg til að fara erlendis en mér kvíður jafn mikið fyrir því út af því að ég held að ég á eftir að sakna strákana minna og konuna minna svo ótrúlega mikið. Ég hlakka til en þetta er ekki eins út af því að vanda fjölskylduna mína. En þið allavega komið með mér þangað. Við getum allavega orðað það þannig að við verðum á Hilton hóteli og þar verður ótrúlega gott Wi-Fi, þannig að þá get ég allavega upplótað. Þannig að það er eiginlega eina sem ég tjekkaði varðandi þetta hótel. Mér er nokk sama þóttu við fáum morgunmat eða eitthvað, en það verður að vera net svo ég geti upplótað, þannig að við getum haldið þessu áfram. Við strákarnir, við erum komin inn í bíl, við erum að bíða til Anitu og svo bara kíkjum við á gamla sætið. Sjáumst þar. Þá erum við komin til gamla gallinsins, afa, pappa og tekum á þetta. Ángið í bæinn, hæ Baltasar. Hæ. Hæ. Gleðilega páskana. Takk, sömuleiðis. Þá erum við komin aftur heim, við vorum í matabóðinu hjá pappa og bara pabbi, endilega, takk aðeinslega fyrir okkur, þetta var óbúslega gott. Anita er núna að búa til eitthvað hveitikímsbrauð, sagði það ekki? Hveitikímsbrauð. Basically eitthvað hveitikím,
brauð og svo setur á svona pönnu. Nei, veistu, þetta hérna er hvetikím. Ég veit ekkert hvað þetta er. Ok, blandar svona, egg. Takk mér. Ekkert maður. Mögar það saman og setur hérna. Ok. Veit ekkert hvað þetta bragðast, það verður gaman að prófa þetta og smaka þetta. Ronja er í sólbaði. Hún er einhvern veginn alltaf svona, þegar það er sól úti, þá vill hún liggja og helst það sem sólin er. Út af hún er svona sóladýr eins og pabbi sinn. Og Baltasar er að leika sér eitthvað. Þetta er fyrir eitthvað rólegu dagur. Við fórum bara í matarboðið og svo fór Anita í Krónuna. Það var víst opið og það var brjálæðislega mikið að gera. Svo veit ég ekki hvað ég ætla að fara að gera. Hvað við gerum í dag. Þetta verður spennandi vlogg. Þetta verður skemmtilegu dagur. Já. En núna er Anita búin að búa til þetta hvetikíms brauð. Þá lítur þetta basically svona út. Þetta drasl. Kaupið svona. Og egg. Mögið þetta eitthvað. Setja þetta á svona pönnu. Smjör, ostur. Voilà. Ég var að prófa þetta. Þú ert að fara að prófa þetta. Ég er lengur búin að prófa þetta. Ég hef aldrei prófað þetta. Ég er alveg svona spenntur sko. Skerðu það mig. Skilur ég fyrir þig. Þú vill færa upp það sjálf eitthvað? Ég get ekki bæði haldið á vélinni og skorið og ekki svona stórbit. Nei, ég veit. Nú er ég svona gamall kall. Svona snappa þetta. Þetta er svipa. Þetta er alveg gott sko. En En hvað? þetta minnir mig, jú, þetta er gott. Þetta minnir mig samt svolítið, þetta er eins og eggja svona ámuleta. Áferðin. Þegar þú ert að bíta í þetta, þá er þetta eins og ámuleta. Já. Þetta er alltaf lagi, þetta er fínt, þetta er gott. Þetta er hollt, þetta er gott, þetta er stupid simple. Já, þetta er gott, þetta er fínt. Þetta er ágætt. Það sem fylgir sumrinu er að setja loft í dekk. Vagninn hjá okkur, þessi hérna vagn, hann er búinn að vera hjá dagmömmunni eiginlega bara síðan að Baltasar byrjaði að vera þar allan daginn, alltaf. Núna er loftið svona öll dekkin, þannig að mitt verk núna er að bara setja loft í dekkin og kannski nægi að koma fjölskyldunni smá út í smá göngutúr út af því að það er geggja veður og mig dauðlangar að fara út og gera eitthvað. Njóta þessa sjaldgæfu sól sem kemur hérna sem við sjáum akkurat þarna sem er geðveikt. Ætla að fylla lofti. Ok. Það stendur á dekkinu hérna 28 PSI eða 2,0 bör. Vitið, þessu vél tekur hann PSI eða bör. Við erum að tjekka það. PSI, hvað sagði ég að PSI væri? 28. 28, þá stillum við hérna. 28. Þá tökum við heitt ekki. Ég vil að mæli með því, það er nauðsynlegt að skoða alltaf á dekkið áður en við pumpið í dekkið þrýstingin, hvað dekkið þolir og hvað framleiðandinn vill að sé mikið af þrýstingi í dekkinu.
gaman að þessu. Ok, ef maður vill ekki setja loft, hvað gerir maður þá? Þetta svona glæsilegt. Þá var þetta ekki. Er þetta ekki skemmtilegt vídeóból? Ég svona að setja loft í dekkin. Eintóm gleði, maður. Þetta er spennandi. Ég veit ekki hvort það hitta ekki sést. Sést það? Svona, þetta er geggjað maður. Og býst ég við að þetta sé eins. Þannig við setjum 28 í þetta líka. 28, þá er þetta rétt. Svona. Það var búin að þessu. Herru, þá erum við búin að setja loft í draslið. En fyrir eitthvað sem ekki vitið þegar þið að pumpa. Þessi hérna gaur. Það er alveg flatt og hann pumpar ekki neitt og ítir á hann. Já, þá gerir hann svo. Hættu þessu. Svo, hættum þessu. Já, þá þvingar hann loftið inn alveg saman þótt að þessi þrýstingur á móti eða eitthvað blá blá blá. Hrikalega sniðugt. Góð okkur heim. Já, herðu, nú er ég út að labba með hundinn, klukkan er þetta til 9:30. Ég verð að viðurkenna, ég veit ekkert hvað ég er búinn að vídeoblogga og hvernig dagurinn lítur út. Ég ætla alltaf að enda þetta í dag. Bara takk aðeinslega fyrir áhorfið. Mundu þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins. Takk fyrir mig. Sjáumst á morgun. Bye bye.